Komið þið sæl og verið velkomin til fyrsta fundar í sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Til fundarins eru mættir aðalmenn Sigurður Guðmundsson, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Sonja Lind Eyglóadóttir, Þórður Brynjarsson, Kristján Ágúst Magnússon, Jóhanna Pálóvits, Hermann B. Valsson, Haukur Þór Hauksson og sá sem hér stendur, Davíð Sigurðsson. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Samkvæmt annarri málsgrein 12. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 skal sá fulltrúi í nýkjörinni sveitarstjórn sem á að baki lengsta setu í sveitarstjórn boða til fyrsta fundar sveitarstjórnar. Sá sem hér stendur hefur lengstan starfsaldur sveitarstjórnarmanna og stýrir fundi fram að kjöri forseta sveitarstjórnar. Starfsaldur forseti leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingar á dagskrá fundarins frá því til hans var boðað. Óskað er eftir að bætt verði inn 5 málum. Það er, undir dagskrárlið 8 kemur inn mál nr. 26.06.011, kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, skipun í fræðslunefnd. Undir dagskrárlið 17 kemur inn mál nr. 26.06.027, reglur tölvubúnað sveitarstjórnarmanna 2026-2030. Undir dagskrárlið 18 kemur inn mál nr. 26.06.025, ráðningarsamningur sveitarstjóra 2026-2030. Undir dagskrárlið 19 kemur inn mál nr. 26.06.047, framlögð skilaskýrsla undirbúningsstjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Undir dagskrárlið 20 kemur inn mál nr. 26.06.048, reglur og gjaldskrár í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Undir dagskrárlið 21 kemur inn mál 26.06.049, umboð til handa fyrrum oddvita sveitarstjórnar Skorradalshrepps. Eru einhverjar athugasemdir við þetta? Og þá ætla ég bara að óska eftir að fulltrúar greiði atkvæði að bæta þessum liðum á dagskrá. Það er samþykkt samhljóða. Já. Og í upphafi ætla ég að óska eftir því hvort eru athugasemdir gerðar við boðun fyrsta fundar sveitarstjórnar. Svo er ekki. Þá set ég fund. Fyrsti liður er sveitarstjórnarkosningar 2026, mál nr. 26.01.070. Þar er framlögð skýrsla yfirkjörstjórnar í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga sem fram fóru 16. maí 2026. Eru einhverjar athugasemdir við? Orðið er laust. Þá er bara drög að bókun skýrsla yfirkjörstjórnar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026 er framlögð. Þá komið að öðrum lið á dagskrá. Það er kosning forseta og varaforseta sveitarstjórnar 2026, mál nr. 26.06.010. Það er kjör forseta og varaforseta sveitarstjórnar, kosning forseta sveitarstjórnar. Það er framlögð tillaga að forseti sveitarstjórnar til 1 árs verði Jóhanna Pálóvits og kosning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar. Það er framlögð tillaga að fyrsti varaforseti sveitarstjórnar til 1 árs verði Sigurður Guðmundsson og kosning annars varaforseta sveitarstjórnar. Það er framlögð tillaga að annar varaforseti sveitarstjórnar verði Haukur Þór Hauksson. Orðið er laust þennan. Svo er ekki. Þeir sem eru samþykkir framlögðum tillögum gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að stíga til hliðar og gefa nýkjörnum forseta sviðið. Takk fyrir. Takk fyrir Davíð. Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, fráfarandi sveitarstjóri. Ég vil þakka fyrir það traust sem er sýnt með kjöri til forseta sameinaðs sveitarfélags Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Ég tek þessu hlutverki af virðingu og ábyrgð og hlakka til samstarfs við alla sveitarstjórnarfulltrúa á komandi kjörtímabili.
Ég vona að störf sveitarstjórnar einkennist af málefnalegri umræðu, gagnkvæmri virðingu og góðri samvinnu í þágu íbúa Borgarbyggðar. En þá vindum við okkur aftur til dagskrár og næsta mál á dagskrá er liður númer 3, málefnasamningur D-lista og A-lista stjórn Borgarbyggðar 2026 til 2030, málsnúmer 2606013. Lagður fram málefnasamningur meirihluta D-lista og A-lista stjórn Borgarbyggðar 2026 til 2030 og orðið er laust. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla nú að byrja á því að óska nýju meirihluta bara lukku og að þeim gangi vel í sínum störfum. En ég verð að segja það að málefnasamningurinn hann er nú svona frekar almennt orðaður og maður hefði viljað sjá dýpra ofan í þetta. En við komum kannski nánar inn á það í bókun hér á eftir. En ég ætla bara að ítreka það. Ég óska ykkur velfarnaðar í störfum. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja taka þetta máls? Haukur, gjörðu svo vel. Forseti, góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Mig langar bara að hafa örfá orð hér þennan sáttmála eða málefnasamning Sjálfstæðisflokks og Borgarbyggðarlistans. Að mörgu listi líst mér bara vel á hann. Já, ég ætlum að byrja eins og Davíð og ykkur öllum velfarnaðar sem meirihluta og okkur öllum. Vonandi verða okkur störf til heilla fyrir samfélagið hér. En að mörgu leyti eru hlutir í þessum sáttmála sem eru svo sem allir sammála, efla menningarlíf og menningartengda starfsemi. Ég veit ekki hvað maður þarf að klikka öll að vera á móti því. Stuðlaði öflugu mannlífi sem einhver lífsgæði, ekki eru á móti því. Síðan er kannski það sem maður saknar örlítið þó að það sé einhver svona áherslumál, hvað er það helst, að þetta er á 3 síðum, mjög mörg mál upptalin. Maður hefði kannski vilja sjá kannski 3, 4, 5 aðal áherslumál. Það sem að, ef við tökum bara til dæmis mál eins og stjórnsýslu og fjármál, þar segir í einu liðinu sveitarfélagið skal rekið með ábyrgum hætti, gagnsæjum og sjálfbærum. Rekið með ábyrgum, gagnsæjum og sjálfbærum hætti. Menn skulu muna það að sveitarfélagið var í fyrra rekið með tapi og það er ekki sjálfbært. Það var rekið með tapi, það var ýmsir liðir sem að koma þar að sem eru svona ískyggilegir í rekstri sveitarfélagsins. Framlegð frá rekstri lækkaði sem hefur yfirleitt verið 11 til 14%, niður í milli 5 og 6% ef man rétt, og það eru þeir peningar sem á að nota til þess að greiða afborganir skuldir og ýmislegt annað. Launahlutfall fóru 54% minnum upp í 60%, það sem fór niður hjá öðrum sveitarfélögum. Veikindahlutfall starfsfólk hækkaði verulega og kostar um 25 milljónir á mánuði, auk kostnaðar við forfallamönnun. Þannig það margir hlutir sem eru ískyggilegir í rekstri sveitarfélagsins. Ég hef kynnt mér nokkuð vel rekstur og efnahag sveitarfélagsins og mér langar að óska til þess þó hann sé nú ekki hér staddur nýr sveitarstjóri, ég vil óska honum velfarnaðar og hann er velkominn. Og ég hef mikinn áhuga á að hitta hann og fara yfir þau mál sem ég tel vera brýnust í þessum málaflokk sem eru fjármál og rekstur. Varðandi umhverfis- og skipulagsmál þá er ein setningin ekki gert ráð fyrir að heimila nýtingu vindorku í sveitarfélaginu á kjörtímabilinu. Það er ágætt, samt verður að kveða með skýrari hætti niður öll áform með vindmyllum á hálsum Borgarfjarðar og það er gert með skipulagsvaldi, áhrifavaldi, stuðningi við nærsamfélagið og landeigendur og samtök, frjáls samtök. Þannig að þetta er allt í rétta átt og þarf bara að lemja þetta harðar. Síðan er það annar liður undir umhverfis- og skipulagsmál, stöndum vörð hagsmuni landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 3. Við hjá Miðflokknum lögðum áherslu á það í kosningabaráttunni að Holtavörðuheiðarlínu yrði slegin af og heiðarlína 3 vestan við Kjöl yrði farin og byggðunum hlíft. Mér minnir líka að oddviti Sjálfstæðisflokksins hafa skrifað grein í Skessuhótt þar sem hann lagði áherslu eða var með tillögur það að farið yrði Kaldadal til dæmis eða einhverjar efri leiðir
og komið í veg fyrir mikla skerðingu og mikið tjón á jörðum bænda. Í rauninni var ég ekki ánægður með þessa klásúlu. Ég held að til dæmis þegar þeir hér á Landsneti lesa þetta að við viljum bara fara í gegnum byggðina og það verður bara borga bætur. Ég held að þeir verði mjög ánægður með það, en ég bara minni menn á það og konur að það er verið að hyggjast leggja 24 til 8 metra há möstur í gegnum sveitirnar og fyrirstaðan hjá meirihlutanum hér virðist ekki allir vera mikil. Síðan eru hérna alls konar svona vinstri frasar eins og inngilding á Bifröst. Það á ekki aðlaga nýja íbúa, heldur á að inngilda þá, þannig að við höfum sennilega breytast eftir þeirra menningu. Nýji meirihlutinn samanstendur á hægri sinnuðu fólki og vinstri sinnuðu fólki og ég óska þeim velfarnaðar, en við þekkjum svona samstarf. Þegar maður les málefnasamninginn þá veltir maður fyrir sér fyrir hverju er að berjast. Sjálfstæðismenn, hægri mennirnir sem yfirleitt hafa tekið alvarlega rekstur, vilja reka með hagkvæmum hætti. Þeir leggja ekki mjög mikla áherslu á það. Borgarbyggðalistinn sem samanstendur af vinstri grænum og öðru slíku fólki og hafa mikinn áhuga á umhverfismálum. En svo virðist ekki vera í þessum sáttmála, þar sem þeir virðist vera saman þó að Holtavörður hefði líka að fara í gegnum sveitirnar. Þannig að þessi bláu er ekkert sérstaklega bláir og þessi grænu er ekkert sérstaklega grænir. En ég vona það besta að við í Miðflokknum ætlum að standa að uppbyggilegri og málefnalegum málflutningi og ég vona að störf okkar allra verði íbúunum og sveitarfélaginu til heilla og hagsbóta. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Haukur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sonja, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn. Ég vil byrja að óska nýjum meirihluta til hamingju og óska þeim öllum velfarnaðar í sínum störfum fyrir sveitarfélagið. Það skiptir okkur öll máli að vel takist og við fulltrúar Framsóknar leggja okkar að mörkum að koma góðum og mikilvægum málum áfram í samstarfi við meirihluta í sveitarstjórn. Að því sögðu erum við hér með bókun við þann málefnasamning sem hér hefur verið lagður fram og óskað er eftir svara á næsta sveitarstjórnarfundi og mun ég nú lesa upp okkar bókun. Í málefnasamningunum eru sett fram metnaðarfull markmið fyrir sveitarfélagið. Hins vegar vekja nokkur atriði spurningu framkvæmd, forgangsröðun og fjármögnun þar sem þau eru almennt orðuð og erfitt að átta sig á því hvert sé verið að fara. Ekki koma fram skýr verk eða aðgerðaáætlun þannig hægt að átta sig á hvert nýr meirihluti stefnir. Sveitarfélög hafa takmarkað fjármagn og eitt af meginhlutverkum sveitarstjórnar er að forgangsraða lögbundnum verkefnum áður en farið er í ólögbundin verkefni. Þetta er sérstaklega mikilvægt í umræðu málefnasamning þar sem mörg atriði eru sett fram sem almenn markmið án þess að fjalla sig kostnað eða forgangsröðun. Það sem er sameiginlegt með mörgum atriðum samningsins er að þau eru jákvæð og auðvelt er að taka undir þau. Hins vegar eru markmiðin víð, mjög almenn og skorta skýra forgangsröðun, tímasetningar, kostnaðarmat og mælanleg viðmið. Til að sveitarstjórn og íbúar geta metið árangur meirihlutans þarf að útfæra betur hvernig markmiðum verði náð og hvaða fjármunir verði lagðar til og hvernig árangurinn verði metinn á kjörtímabilinu. Í þessum málaflokkum eru sett fram markmið sem flestir geta tekið undir. Áskorunin er hins vegar sú að samningurinn segir lítið framkvæmdina. Víða er talað að efla, styrkja, auka og móta stefnu en sjaldan er útskýrt hvað eigi að gera, hvenær það eigi að gerast, hvað það muni kosta og hvernig árangur verði metinn. Sveitarfélagið ber lögbundna ábyrgð meðal annars á grunnskólum, félagsþjónustu, þjónustu við fatlað fólk, skipulagsmálum, ákveðnum þáttum öldrunarþjónustu, barnavernd og velferðarmálum. Þetta eru verkefni sem sveitarfélagið verður að sinna og fjármagna óháð pólitískum áherslum hverju sinni. Á sama tíma eru mörg þeirra atriði sem nefndir undir menningu, samfélagsmál og ýmis þróunarverkefni að mestu leyti ólögbundin verkefni. Þau getur verið mikilvæg og verðmæt en þau verða ávallt að víkja fyrir lögbundið þjónustu ef fjárhagsleg staða sveitarfélags sem krefst þess. Mér langar nú að fara yfir hvert lið fyrir sig og ætla að byrja hér á stjórnsýslu og fjármál.
Undir liðnum stjórnsýsla og fjármál kveðið á að sveitarfélagið verði rekið með ábyrgum, gagnsæjum og sjálfbærum hætti. Þó þetta markmið orðað mjög almennt og því óskar sú sem hér stendur eftir nánari skýringum á því hvernig á að tryggja aukið gagnsæi umfram sem það sem lögbundið Telur nýr meirihluti að skort hafi á gagnsæi hingað til og þá í hvaða atriðum. Jafnframt óskað eftir upplýsingum hvaða mælikvarðar verða lagðar til grundvallar við mat og því hvort rekstur sveitarfélagsins teljist raunverulega sjálfbær. Þá kemur fram að fjárfestingar skuli taka mið af skuldaþoli og langtíma fjárhagsáætlun. Það í eðli sínu lögbundinn grundvallarþáttur í ábyrgri stjórnsýslu og því óskað eftir nánari upplýsingum hvaða framkvæmdar eru fyrirhugað á tímabilinu, hver forgangsröð stærri verkefna og telur nýr meirihluti að þetta hafi skort á hjá fráfarandi sveitarstjórn. Einnig rætt góða upplýsingagjöf til íbúa, en ekki kemur fram með hvaða hætti að hún á að batna né hvaða annmarkar eru á núverandi fyrirkomulagi. Telur meirihlutinn að skort hafi á upplýsingagjöf til íbúa síðustu ár og þá með hvaða hætti. Óskað eftir svörum hvort meirihlutinn hyggist setja ný viðmið upplýsingagjöf eða að koma á reglufundum upplýsingafundum til íbúa. Varðandi stafræna þjónustu og einföldun samskipti við íbúa fyrirtæki ljóst að slíkar breytingar geta verið jákvæðar, en unnið hefur eftir markvisst og fjárfest í þessum atriðum undanfarin ár. Því óskað eftir upplýsingum hvaða stafrænu þjónustu fyrirhugað að efla og hver áætlaður kostnaður og hvernig forgangsröðun verkefna háttað. Að lokum kveðið á virt samráð íbúa stærri ákvarðanir og framkvæmdir. Óskar eftir skýringu á því hvað telst til stærri ákvarðana, hvort samráði verði bindandi eða einungis ráðgefandi og hvort sé að ræða aukið samráð umfram það sem þegar lögbundið og þá með hvaða hætti það verði útfært í framkvæmd. Vill meirihluti Sjálfstæðisflokks og Borgarbyggðalista setja á aukið íbúasamráð umfram lagaskyldur eða íbúakosningar á kjörtímabilinu. Þá komið að kaflanum fræðslu og uppeldismál. Það tekið fram að sveitarstjórn hyggist áfram tryggja leikskólapláss fyrir börn frá 12 mánaða aldri líkt og gert hefur verið síðustu ár. Og það gott að vita að meirihlutinn hyggist halda áfram á þessari leið, enda þetta eitt af því sem barnafjölskyldur horfa til þegar hugað að búsetu. Kaflinn að öðru leyti fremur stuttur og almennt orðaður og því óskað eftir nánari útfærslu á stefnu meirihlutans í þessum málaflokki. Sérstaklega óskað eftir upplýsingum hvort og hvernig sveitarstjórn hyggist bregðast við þörf fyrir uppbyggingu og stækkun skólahúsnæðis, meðal annars grunnskólans í Borgarnesi á næstu misserum og hvort ekki hefur verið eðlilegt að kveða á skýrar uppbyggingu leik- og grunnskóla og forgangsröðun í þeim efnum í málefnasamningi. Þá vísað til þess að hafa hagsmuni fjölskyldna að leiðarljósi, sem mjög jákvæð yfirlýsing en jafnframt mjög óljós. Óskað eftir skýringum á því hvernig þetta markmið mun birtast í raunverulegum aðgerðum, ákvörðunum og fjárveitingum sveitarfélagsins. Hvernig ætla meirihlutinn að setja hagsmuni fjölskyldna að leiðarljósi umfram það sem gert varðar fræðslu og uppeldismál. Varðandi áherslu á að efla snamntæka íhlutun og sérfræðiþjónustu í skólum hér mikilvægt markmið að ræða, en ljóst að víða skortir sérfræðimennta starfsfólk á þessu sviði. Hvernig hyggist meirihlutinn manna slíka þjónustu? Gert ráð fyrir fleiri sérfræðingum, fjölgun stöðugilda í skólum sveitarfélagsins, auknu fjármagni til úrræða og hversu miklu aukning á fjármagni fyrirhuguð í þennan málaflokk. Þá lögð áhersla á að styrkja læsi og íslenskukunnáttu barna og ungmenna sem mikilvægt markmið í ljósi þróunar undanfarinna ára og hæstvirtur mennta- og barnamálaráðherra Ingu Sæland mjög umhugað Óskað eftir skýringum á því með hvaða hætti meirihlutinn hyggist ná þeim árangri að styrkja læsi og íslenskukunnáttu barna fyrirhugað að leggja aukið fjármagn til íslenskukennslu, hvort að fara í verkefni umfram það sem kveðið á í aðalnámskrá og hvaða aðferðir að verkefni verða notuð til þess að ná settum markmiðum. Það mikilvægt að ná fram hvaða leiðir meirihlutinn hyggst fara til að efla læsi og íslenskukunnáttu. Það með auknu fjármagni og fjölgun stöðugilda eða ætlið að fá ömmu Ingu til að koma og lesa fyrir börnin.
Þá jafnframt óskað eftir skýringu á því hvernig árangur á þessu sviði verður mældur og metinn. Í þessu samhengi hélt Borgarbyggðarlistinn því fram í kosningabaráttunni að kaupa eftir fleiri bækur í skólabókasöfn. Ég hef ekki orðið vör við skort á bókum þar sem nú almennt talið að skólasöfn sveitarfélagsins standi bara vel að vígi í þessum málum. Þá fjallað að efla forvarnir gegn einelti, ofbeldi og fíkn sem eru umfangsmikil og mikilvæg verkefni. Óskað eftir skýringu á því hvort með þessari stefnu sé verið að boða ný úrræði, aukið fjármagn eða styrkingu á núverandi kerfum og með hvaða hætti þessi áhersla verði útfærð í framkvæmd. Þá í þessum kafla tekið fram að tryggja eigi áframhaldandi öflugt starf háskóla og annarra menntastofnana á svæðinu. Þar sem sveitarfélag hafa takmörkuð bein áhrif á rekstur háskóla, sem að stærstu hluti eru fjármagnaðir af ríkinu, óskað eftir nánari skýringum á því hvaða hlutverk sveitarfélagsins til þess að geta gegnt á þessu sviði. Jafnframt óskað eftir upplýsingum hvernig sveitarstjórn hyggist í reynd tryggja áframhaldandi öflugt starf háskóla og annarra menntastofnana á svæðinu og með hvaða hætti það verður gert í framkvæmd. Velferðarmál. Undir kaflanum velferðarmál vekur athygli að í meginatriðum fjallað lögbundin verkefni sveitarfélagsins. Því vaknar sú spurning hvort sé að ræða nýja stefnumótun eða einfaldlega staðfestingu á því að sveitarfélagið hyggst áfram sinna þeim skyldum sem þegar eru lögbundnar. Aðgengileg félagsþjónusta lögbundið verkefni sveitarfélaga. Þjónusta við fatlað fólk byggir á skýrum lagaramma og starfsemi í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þegar hluti af lögbundnum skyldum sveitarfélagsins. Af þessum sökum óskað eftir upplýsingum hvað eigi að breytast frá núverandi stöðu, hvaða nýju aðgerðir eru fyrirhugaðar og hvað felst í raun í þeirri stefnumótun sem kynnt er. Þó ánægjulegt að sjá áherslu á velferð og félagslega þjónustu. En mörg markmið kaflans eru sett fram sem almennar yfirlýsingar án þess að skýrt sé hvernig þeim markmiðum verður náð í framkvæmd. Varðandi markmið að tryggja öfluga og aðgengilega félagsþjónustu fyrir alla íbúa það jákvætt en jafnframt mjög víðtækt. Óskað eftir skýringum á því hvort að allir íbúar sveitarfélagsins muni eiga rétt á félagsþjónustu líkt og orðað í málefnasamningnum, hvernig þjónustan verði efld frá núverandi stöðu, hvaða atriði núverandi þjónustu teljist ófullnægjandi og hvort fyrirhugaðar séu auknar fjárveitingar, fjölgun stöðugilda eða breytingar á þjónustufyrirkomulagi til að ná fram settum markmiðum. Þá lagt til að mótuð verði stefna þjónustu við eldri borgara. Slík stefnumótun eðlileg, síðasta stefna gilti fyrir árin 2025 og tími til kominn að uppfæra þessa stefnu. Á síðasta kjörtími voru tekin mörg mikilvæg skref í þessum málaflokki, meðal annars með mómateymi, heilsueflingu, heimsendingu á mat, ferðaþjónustu aldraðra og þátttöku í verkefninu Gott að eldast, þar sem sveitarfélagið hefur verið leiðandi á landsvísu. Í því ljósi óskað eftir því hvaða áskoranir meirihluti telur nú brýnastar í málefnum eldri borgara og hvaða breytingar eða nýju áherslur eru fyrirhugaðar frá því sem nú hefur þegar verið gert. Einnig kveðið á að móta stefnu í velferðarþjónustu í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og gildandi lög. Þar sem sveitarfélögum ber nú þegar að starfa samkvæmt gildandi lögum og alþjóðlegum skuldbindingum Íslands eftir nánari útskýringum því hvað felist í þessari stefnumótun umfram lagaskyldu. Staðreyndin sú að þrátt fyrir góðan vilja þá hefur innleiðingssamningsins verið gagnrýnd vegna þess að fjármögnun frá ríki hefur ekki alltaf fylgt með og því óskað eftir hvort sveitarstjórn hafi mat á því hvaða kostnaður kunni að falla á sveitarfélagið vegna aukinna krafna í þessum málaflokki og hvort sveitarfélagið muni óska eftir frekari fjárframlögum frá ríkinu. Varðandi markmiðum að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks og aðgengi að vinnumarkaði það ávallt mikilvægt, en jafnframt bent á að þegar hafi verið í gangi verkefni á þessu sviði undanfarin ár. Því óskað eftir upplýsingum hvort fyrirhugaðar séu breytingar á núverandi verkefnum eða ný verkefni og hvaða samstarf við atvinnulífið sé fyrirhugað og hvernig sveitarstjórn hyggist tryggja framgang þessara markmiða í framkvæmd.
Þá jafnframt óskað eftir því hvernig árangur á þessu sviði verið mældur. Á að setja aukið fjármagn í þennan málaflokk og hvar og hvernig á umsýslunni að vera háttað. Að lokum kveðið á að efla samþættingu og stuðning við nýja íbúa sveitarfélagsins. Það jákvætt markmið og samfélagslega mikilvægt að taka vel á móti nýjum íbúum, ekki síst í ljósi vaxandi áskorana og fordóma í samfélaginu. Hins vegar vantar nánari útfærslu á því hvað felst í slíkum stuðningi og samþættingu í reynd, hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar og hvernig þær verða útfærðar í framkvæmd. Þá jafnframt mikilvægt að tryggja að slík verkefni séu fjármögnuð með skýrum hætti og því óskað eftir upplýsingum hvaða verkefni séu fyrirhuguð umfram lögbundið hlutverk sveitarfélagsins og hvaða kostnaður áætlaður vegna þeirra. Á að setja aukinn kostnað í forvarnir og eða auka stöðugildi til þess að sinna þessum málaflokki. Menning, íþróttir og samfélag. Undir kaflanum menning, íþróttir og samfélag ljóst að mörg þeirra markmiða þessum þar eru sett varða ólögbundin verkefni sveitarfélagsins, ólíkt til dæmis skóla, félags- og velferðarþjónustu sem hvílar á skýrum lagalegum grunni. Þetta á meðal annars við eflingu menningarlífs, stuðning við menningarstofnanir, ýmis samfélagsverkefni, aukna viðburðastarfsemi og hluta stuðnings við íþróttastarfs. Er að ræða verkefni sem geta vissulega aukið lífsgæði og gert sveitarfélagið eftirsóknarverðara, en þau eru jafnframt valkvæðar aðgerðir en frekar en lögbundin þjónusta. Í því ljósi óskað eftir skýringu á því hvernig forgangsröðun verði háttað ef fjárhagur sveitarfélagsins þrengist, hvort tryggt verði að lögbundin þjónusta verði alltaf full fjármögnuð áður en auknu fjármagni varið í ólögbundin verkefni og hvaða áhrif aukin framlög til menningar og samfélagsverkefna kunna hafa á aðra málaflokka sveitarfélagsins. Varðandi markmiðum að efla menningarlíf og menningartengda starfsemi óskað eftir skýringu á því hvaða starfsemi sérstaklega efla og hvort gert sé ráð fyrir auknu fjármagni til menningarmála. Ef svo óskað eftir upplýsingum umfang þess fjár, hvernig forgangsröðun verði ákvörðuð og hvaða menningarmála helst horft til. Þá kveðið á að styðja við safnastarfsemi og menningarstofnanir. Ekki liggur fyrir hvort sé að ræða áframhaldandi stuðning eða aukin framlög. Óskað eftir skýringum á því hvaða stofnanir munu njóta forgangs og á hvaða forsendum sú forgangsröðun verður byggð. Varðandi markmið að styrkja íþróttafélög og bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar ljóst að slík verkefni geta kallað á verulega fjárfestingar og framkvæmdir. Því óskað eftir upplýsingum hvaða verkefni séu fyrirhuguð á þessu sviði. Í því samhengi jafnframt óskað eftir skýringu á því hvaða aðstöðu sveitarfélagið hyggist bæta, sérstaklega og hvernig forgangsröðunin Báðir listar meirihlutans héldu því fram í kosningabaráttunni að opna ætti allar sundlaugar sveitarfélagsins allt árið. Það áfram stefna meirihlutans verður því sett aukið fjármagn í rekstur íþróttamannvirkja og stöðugildi aukin. Ekki hafa náðst samningar við UMSB meðal annars vegna ágreinings útfærslu og fjármögnun. Mikilvægt að gerður verði samningur þannig að íþróttafélögin fái það fjármagn sem gert hefur verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Í ljósi þess óskað eftir því hvort stefna sveitarstjórnar sé að efla yfirbyggingu UMSB og verkefna þar eða auka það fjármagn sem fer beint til íþróttahreyfingarinnar sjálfrar. Má ég fá vatnsglas eða sódavatn? Varðandi markmiðum að auka aðgengi barna og ungmenna að tómstundastarfi það jákvætt markmið en óskað eftir nánari útfærslu á því hvort helstu hindranir séu fjárhagslegar, landfræðilegar eða skipulagslegar og hvaða úrræði séu fyrirhuguð til að bregðast við þeim. Hvernig sér meirihluti sveitarstjórnar fyrir sér að auka aðgengi barna og ungmenna að íþrótta- og tómstundastarfi? Þá kveðið á að efla félagsstarf og samfélagslega þátttöku íbúa. Það jákvætt markmið en erfitt að leggja mat á það þar sem ekki fylgja því skýr eða mælanleg markmið. Óskað eftir því með hvaða hætti sveitarstjórn hyggst efla félagsstarf og samfélagslega þátttöku
og hvernig slík þátttaka verður skilgreind og hvernig árangur verður metinn. Að lokum sett fram það markmið að stuðla að öflugu mannlífi sem eykur lífsgæði. Það mjög almennt orðað og því óskað eftir nánari skýringu á því hvaða aðgerðir eiga leiða til þessa markmiðs og með hvaða hætti íbúar geta metið hvort árangur hafi náðst. Á að setja aukið fjármagn eða stöðugildi til að efla félagsstarf og samfélagslega þátttöku íbúa og stuðla að öflugu mannlífi sem eykur lífsgæði. Atvinnumál. Undir kaflanum atvinnumál jákvætt að sjá áherslu á öflugt atvinnulíf, nýsköpun og áframhaldandi styrk landbúnaðar þar sem atvinnuuppbygging ein af lykilforsendu vaxtar og velferðar í sveitarfélaginu. Hins vegar vekur athygli að mörg markmið kaflans eru almennt orðuð og erfitt að sjá hvaða aðgerðir liggja þeim til grundvallar í framkvæmd. Varðandi markmið að stuðla að fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi það markmið sem flestir geta tekið undir. En óskað eftir skýringu á því hvernig sveitarfélagið, meirihluti sveitarstjórnar, hyggist hafa raunverulega áhrif á þróun atvinnulífsins og hvort tilteknar atvinnugreinar verði settar í forgang. Þá kveðið á að tryggja framboð atvinnulóða. Þar sem sveitarfélagið hefur það verulegt hlutverk í gegnum skipulagsvald sitt eðlilegt að óskað sé eftir upplýsingum hvort núverandi framboð atvinnulóða sé talið ófullnægjandi en fjöldi atvinnulóða nú tilbúin til afhendingar. Hvaða svæði eru fyrirhuguð til framtíðar uppbygginga? Varðandi stuðning við nýsköpun og frumkvöðlastarf ljóst að sveitarfélög hafa almennt takmörkuð bein áhrif á slíkt samanborið við ríki og atvinnuþróunarfélög. Því óskað eftir skýringu á því hvaða hlutverki meirihlutinn sér fyrir sér fært að gegna á þessu sviði og hvaða úrræði eða verkefni í fyrirhuguð í framkvæmd hjá meirihluta. Einnig fjallað stuðning við fjarvinnu og nútímalegan vinnumarkað. Það áhugaverð áhersla en þarfnast nánari útfærslu. Óskað eftir skýringum á því hvort þetta feli í sér uppbyggingu innviða, vinnuaðstöðu húsnæðis eða stafræna þjónustu og hvort sveitarfélagið hyggist fjármagna eða reka slíka aðstöðu sjálft og þar með talið hvort sé að ræða byggingu, leigu eða rekstur og vinnurými fyrir íbúa og fyrirtæki. Jafnframt óskað eftir upplýsingum áætlaðan kostnað og rekstrarfyrirkomulag slíks verkefnis. Varðandi markmiðum að tryggja áframhaldandi sterka stöðu landbúnaðar sem lykil atvinnugreinar bent á að landbúnaður ein af burðarstoðum sveitarfélagsins en jafnframt að stór hluti rekstrarskilyrða greinarinnar á forræði ríkisins fremur en sveitarfélagsins. Því óskað eftir því hvaða aðgerðir meirihluti sveitarstjórnar hyggist sjálft ráðast í til að styðja við greinina og hvernig það hyggst í reynd tryggja þessa stefnu. Þá kveðið á að efla samstarf sveitarfélagsins og atvinnulífsins. Það jákvætt markmið en það vantar skýrari útfærslu. Óskað eftir skýringum á því hvernig slíkt samstarf verður aukið, hvernig tryggt verður að rödd atvinnulífsins komi að stefnumótun sveitarfélagsins og hvort fyrirhugað sé að setja á laggirnar sérstaka atvinnu- eða markaðsnefnd til að sinna þessu hlutverki. Einnig hvort setja í sérstakt fjármagn eða stöðugildi í þetta verkefni. Varðandi fyrirhugaða atvinnubyggða og húsnæðisstefnu að ræða eitt af lykilatriðum kaflans. Sveitarfélagið hefur lögbundið verkefni í skipulagsmálum, landnýtingu og húsnæðisuppbyggingu og þar liggja helstu stjórntæki til þess að hafa áhrif á framtíðarþróun samfélagsins. Í því ljósi jákvætt að lögð sé áhersla á langtímasýn í byggðamálum, fyrirsjáanleika fyrir íbúa og atvinnulíf, tengingu atvinnuuppbyggingar og húsnæðismála og heildstæða stefnumótun sem tekur mið af þörfum samfélagsins. Hvernig verður aðkoma íbúa, atvinnulífsins og sveitarstjórnar tryggð í mótunarferlinu? Verða sett fram mælanleg markmið atvinnuþróun, fólksfjölgun og húsnæðisuppbyggingu og á hvaða forsendum liggja til grundvallar mati á framtíðarþörf sveitarfélagsins. Varðandi umhverfis- og skipulagsmál fjallað að taka upplýstar ákvarðanir með sjálfbærni að leiðarljósi. Það jákvætt markmið en jafnframt mjög almennt orðað og því óskað eftir skýringu á því hvernig sjálfbærni verði skilgreind og mæld.
hvort horft verði til fjárhagslegrar, umhverfislegrar og samfélagslegrar sjálfbærni og hvernig tryggt verði að hugtakið verði raunverulegt stjórntæki í ákvarðanatöku en ekki almenn stefnumótandi yfirlýsing. Einnig kveðið á vernd náttúru og líffræðilegra fjölbreytni, sem mikilvægt markmið en getur jafnframt kallað fram á takmarkanir á landnýtingu og uppbyggingu. Því óskað eftir skýringum á því hvernig sveitarfélagið hyggst tryggja jafnvægi milli náttúruverndar annars vegar og atvinnuuppbyggingar, búsetu og nýtingu lands hins vegar og hvort fyrirhuguð sé sérstök stefna eða kortlagning verndarsvæðis og hvernig slíkar ákvarðanir verða teknar í framkvæmd. Varðandi úrgangsstjórnun og aðgengi að þjónustu í dreifbýli óskað eftir upplýsingum hvaða breytingar séu fyrirhugaðar, hvaða verkefni og forgangslög liggi þar á baki og hver áætlaður kostnaður sé. Þá jafnframt óskað eftir skýringum á því hvernig eigi að bæta þjónustu í dreifbýli og hvort það kunni hafa áhrif á sorpbyrðugjöld íbúa, þar sem slík gjöld eiga almennt að vera kostnaðarmiðuð. Þá kveðið á að tryggja fjölbreytt framboð lóða. Telur nýr meirihluti að þar hafi fráfarandi sveitarstjórn ekki staðið sig. Þar sem það eitt af kjarnahlutverkum sveitarfélagsins óskað eftir því hvort sett verði fram mælanleg markmið fjölda lóða, uppbyggingarsvæði og tímasetningar og með hvaða hætti tryggt verður að markmið fjölbreytt lóðaframboð verði raunhæf í framkvæmd. Að lokum fjallað að setja fram heildstæða áætlun göngu- og hjólastíga sem jákvætt markmið og getur aukið öryggi og lífsgæði en þetta mjög almennt orðað. Hins vegar óskað eftir að kostnaður, forgangsröðun og framkvæmdaráætlun liggi fyrir, þar á meðal hvaða svæði séu í mestu þörf og hvaða verkefni munu fara fyrst af stað. Einnig rétt að benda á það að vinna í gangi á skipulagssviði akkúrat slíka áætlun og rétt að nýta þá áætlun sem þegar hafin. Bifröst. Undir kafla Bifröst jákvætt að sjá sérstaka áherslu á svæðið og framtíðarþróun þess. Enda mikilvægt byggðasvæði innan sveitarfélagsins með fyrrum háskólastarfsemi og sérstöðu í búsetumynstri. Hins vegar vekja nokkur atriði spurningar hlutverk sveitarfélagsins, valdheimildir þess, eignarhald og raunhæfa framkvæmd þessara stefnumótunar. Varðandi áherslu að efla samstarf framtíðarsýn fyrir svæðið rétt að undirstrika að samstarf og samráð almennt jákvæð, en jafnframt óskað eftir skýrari afmörkun á því hvert raunverulegt vald sveitarfélagsins á Bifröst. Ef sveitarfélagið á hvorki land né húsnæði á svæðinu óskað eftir því hvaða stjórntæki það hefur í raun til að hafa áhrif á atvinnuuppbyggingu og hvert hlutverk þess umfram skipulagsvald og umsagnarhlutverk í stjórnsýsluferlinu. Varðandi tillögu að koma verði á starfshópur málefni Bifrastar bent á að starfshópar geti verið gagnlegir til undirbúningsvinnu en þeir hafa ekkert sjálfstætt ákvörðunarvald og leiða ekki til sjálfkrafa til framkvæmda. Bent á að nú þegar til hollvinasamtök Bifrastar og mikilvægt að þau séu fengin með þegar kemur að umræðu varðandi Bifröst. Óskað eftir skýringu á því hvaða vandamál eða áskoranir þessi starfshópur á að leysa sem núverandi stjórnsýsla getur ekki tekið á, hvaða niðurstöður væntanlegar og hvaða áhrif þær eiga að hafa á framkvæmd og fjárhagslega ábyrgð sveitarfélagsins. Þá í kaflanum vísað til mannúðar, virðingar og inngildingar sem grundvalla viðmiða í þróun svæðisins. Þótt sé að ræða jákvætt og mikilvægt gildi jafnframt bent á að þau séu almennt viðmið sem ættu að gilda í allri stjórnsýslu sveitarfélagsins en ekki eingöngu í tengslu við eitt svæði eða einn tiltekinn hóp. Því óskað eftir skýringu á því hvers vegna þessi gildi sérstaklega dregin fram í tengslu við Bifröst og hvort þau ekki jafnframt að vera almennt leiðarljós sveitarfélagsins í heild. Auk þess talað að koma á samgöngum sem fyrst. Sér meirihlutinn þá fyrir sér að koma einnig á samgöngum úr öðrum þéttbýliskjörnum, svo sem Reykholti, Varmalandi og Kleppjárnsreykjum, Hvanneyri eða innanbæjar í Borgarnesi, eða einungis að bjóða íbúum á Bifröst upp á almenningssamgöngur.
Rétt er að benda á það að tilraun hefur verið gerð með slíka samgöngur fyrir Bifröst og í Borgarnes en það varð að hætta því vegna lélegra nýtingar. Að lokum er bent á í málefnasamningi sérstakur kafli Hvanneyri og Reykholt en ekki sambærilegur kafli Borgarnes sem stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Í ljósi þess óskað eftir því hvort meirihlutinn hafi mótað sérstaka sýn á uppbyggingu Borgarnes og þar með einnig talið varðandi mannúð, virðingu, inngildingu og almenna samfélagslega og efnahagslega uppbyggingu og hvernig sú sýn birtist í stefnumótun sveitarfélagsins. Varðandi Brákarey þá fögnum við því að haldið verði áfram vinna að samningi við Festi uppbyggingu á svæðinu. Og að sjálfsögðu verður sá samningur gerður opinber ef hann verður gerður, enda hefði aldrei neitt annað komið til greina að hendi fráfarandi meirihluta. En eðli máls samkvæmt eru upplýsingar ekki opinberar á meðan að viðræðum stendur. Málefnasamningurinn inniheldur mörg jákvæð markmið sem auðvelt að taka undir. Hins vegar tel ég mikilvægt að skýrari greinamunur sé gerður á lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins og þeim verkefnum sem sveitarfélagið velur að sinna umfram lagaskyldur. Íbúar eiga á rétt á að vita hvernig meirihlutinn hyggst forgangsraða fjármunum sveitarfélagsins, sérstaklega þegar að ræða ólögbundin verkefni og sem keppa við fjármagn við grunnþjónustu á borð við skóla, félags- og velferðarþjónustu. Án slíkrar forgangsröðunar erfitt að meta raunverulegt umfang og framkvæmanleika þeirra fyrirheita sem framkoma í framlögðu málefnasamningi. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sonja. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Samstarf D- og A-lista hefur verið rammað inn í málefnasamning sem fylgir hér með í fundargögnunum þar sem lögð áhersla á að byggja upp sterkt og sjálfbært samfélag þar sem velferð íbúa og ábyrg fjármál fara saman. Markmið meirihlutans að tryggja skýra stjórnun, stöðugleika og aukið traust milli íbúa og kjörinna fulltrúa. Meirihlutinn mun vinna saman að því að skapa samfélag þar sem allir íbúar sveitarfélagsins njóta jafnræðis, hvort sem í dreifbýli eða þéttbýli. Samstarf, gegnsæi, ábyrgð lykillinn að árangri á komandi kjörtímabili. Við erum bjartsýn á framtíð Borgarbyggðar og sjáum eins og allir íbúar mikil tækifæri til vaxtar í okkar fallega sveitarfélagi. Þetta bókun með meirihlutasamstarfinu og ég þakka fyrir góðar spurningar og brýningar hjá minnihlutanum í okkar störfum. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Málefnasamningur, D-lista og A-lista. Alls D-lista og A-lista stjórn Borgarbyggðar 2006-2030 lagður fyrir. Þá fyrir við í næsta dagskrárlið nr. 4. Kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, málsnúmer 260611. Kjör fulltrúa í byggðarráð Borgarbyggðar til 1 árs í senn. Lögð fram tillaga að byggðarráð skipi eftirtalda aðal- og varamenn auk áheyrnarfulltrúa. Eftirfarandi aðalmenn: Sigurður Guðmundsson, formaður. Ragnhildur Eva Jónsdóttir, varaformaður. Davíð Sigurðsson. Eftirfarandi varamenn: Kristján Ágúst Magnússon, Birgir Heiðar Andrésson, Sonja Lind Eyglóardóttir. Eftirfarandi áheyrnarfulltrúa: Jóhanna Pavlovits, Haukur Þór Hauksson. Eftirfarandi áheyrnarfulltrúa: Hermann B. Valsson og Þóruð Brynjarsson. Orðið laust.
Engin taka til máls. Ég bið þá sem að samþykkja skipunum að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í næsta dagskrárlið nr. 5. Kosningar í ráð og nefndir 2026-2030. Málsnúmer 260611. Kosningi skipulags- og byggingarnefnd 2026-2030. Lögðu fram tillaga um að eftirtaldir skipið skipulags- og byggingarnefnd sem aðal- og varamenn. Eftirfarandi aðalmenn: Hermann B. Valsson, formaður, Svana Hrönn Jóhannsdóttir, varaformaður, Bjarni Begött, Davíð Sigurðsson, Hafsteinn Ingi Gunnarsson. Eftirfarandi varamenn: Lárus Elíasson, Margrét H. Guðmundsdóttir, Friðrik Aspelund, Valdimar Reynisson og Þórður Brynjarsson. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja skipunum að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður nr. 6 er kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, 260611, kosningi umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Lögðu fram tillaga um að eftirtaldir skipi í umhverfis- og landbúnaðarnefnd sem aðal- og varamenn. Kristján Ágúst Magnússon, formaður, Þorsteinn Eyþórsson, varaformaður, Sigrún Ólafsdóttir, Jón Eiríkur Einarsson og Þórður Brynjarsson. Eftirfarandi varamenn: Gísli Guðjónsson, Brynja Þorsteinsdóttir, Friðrik Aspelund, Ásdís Helga Bjarnadóttir, Helgi Már Ólafsson. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja skipunum að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður er liður nr. 7, kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, málsnúmer 260611, kosning fulltrúa í velferðarnefnd 2026-2030. Lögðu fram tillaga um að eftirtaldir skipi velferðarnefnd sem aðal- og varamenn. Eftirfarandi aðalmenn: Ragnhildur Eva Jónsdóttir, formaður, Hákon Konráðsson, varaformaður, Svana Hrönn Jóhannsdóttir, Sonja Lind Eyglóardóttir, Tinna Rut Þórarinsdóttir. Eftirfarandi varamenn: Kristján Ágúst Magnússon, Ólafur Tryggvason, Melkorka Gunnarsdóttir, Kristín Erla Guðmundsdóttir, Helena Rós Helgadóttir. Orðið er laust. Enginn vill taka til máls, þá bið ég þá um að samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður er liður nr. 8. Kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, 260611, kosningar fræðslunefnd 2026-2030. Lögðu fram tillaga um að eftirtaldir skipi fræðslunefnd sem aðal- og varamenn. Eftirfarandi aðalmenn er Ragnhildur Eva Jónsdóttir, formaður, Guðrún Vala Elísdóttir, varaformaður, Sigríður Guðbjartsdóttir, Guðdís Jónsdóttir, Tinna Rut Þórarinsdóttir. Eftirfarandi varamenn: Birgir Heiðar Andrésson, Ólafur Tryggvason, Sólveig Hallsteinsdóttir, Inga Berta Bergsdóttir og Helena Rós Helgadóttir. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, bið ég þá sem að samþykkja skipunum að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur dagskrárliður nr. 9. Kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúa í fjallskilanefnd Kaldárbakka og Mýrdalsréttar. Eftirfarandi aðalmenn: Þórður Gíslason, Sigrún Ólafsdóttir, Ásbjörn Pálsson og eftirfarandi varamenn: Gísli Þórðarsson, Sigríður Jóna Sigurðardóttir. Orðið er laust. Enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem vilja samþykkja skipunum að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Já. Ég biðst til afsökunar, við erum að fara aftur í þennan lið vegna þess að gleymdist eitt nafn. Þannig að forseti biðst einlega afsökunar og við förum aftur í dagskrárlið nr. 9, kosningar í ráð og nefndir 2026-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúi í fjallskilanefnd Kaldárbakka og Mýrdalsréttar. Eftirfarandi aðalmenn: Þórður Gíslason, Sigrún Ólafsdóttir og Ásbjörn Pálsson. Eftirfarandi varamenn: Gísli Þórðarsson, Sigríður Jóna Sigurðardóttir og Jóhannes Jónasson. Orðið er laust. Ég bið þá um að samþykkja skipan sem gefa merki. Samþykkt samhljóða. Það var dagskrárliður nr. 10. Kosningar í ráð og nefndir 2026-2030,
Málsnúmer 260611, kjör fulltrúi fjallskilanefnd Hítardalsréttar, eftirfarandi aðalmenn Gísli Guðjónsson, Unnur Sigurðardóttir, Sigurjón Helgason, eftirfarandi varamenn Jakob Arnar Eyjólfsson, Gísli Friðjónsson, Brynjólfur Guðbrandsson. Orðið er laust. Ég bið þá sem að samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir við dagskrárlið nr. 11, kosningar ráðunefndir 2026-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúa fjallskilanefnd Grímsstaðaréttar. Lagt er til eftirfarandi fulltrúaskapi fjallskilanefnd Grímsstaðaréttar, eftirfarandi aðalmenn Helgi Már Ólafsson, Hanna Sigríður Kjartansdóttir, Guðmundur Páll Sturluson, eftirfarandi varamenn Stefán Ingi Ólafsson, Guðrún Sigurðardóttir og Sigurbjörn Garðarsson. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem vilja samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Dagskrárliður nr. 12, kosningar ráðunefndir 2006-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúa í fjallskilanefnd Brekku- og Svignaskarðaréttar. Lagt er til eftirfarandi skipi fjallskilanefnda Brekku- og Svignaskarðaréttar, eftirfarandi aðalmenn Bergþór Jóhannesson, Halldóra Jónasdóttir, Sigvaldi Jónasson, Heiða Dís Fjallsteð og Þorsteinn Viggósson. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir við næsta dagskrárlið nr. 13, kosningar ráðunefndir 2006-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúa í fjallskilanefnd Þverárréttar. Lagt er til eftirfarandi aðalmenn verði Ingi Björgvin Reynisson, Telma Dögg Harðardóttir, Einar Guðmann Örnólfsson, Sigurður Rúnar Gunnarsson, eftirfarandi varamenn verði Davíð Sigurðsson og Guðjón Þorsteinsson. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður er dagskrárliður nr. 14, kosningar ráðunefndir 2006-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúa í fjallskilanefnd Rauðgilsréttar. Lagt er til eftirfarandi aðalmenn verði Íris Þórlaug Ármannsdóttir, Ingimundur Jónsson, Kolbeinn Magnússon. Lagt er til eftirfarandi varamenn verði Jón Eyjólfsson, Magnús Þór Eggertsson og Gíslína Jansdóttir. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður er dagskrárliður nr. 15, kosningar ráðunefndir 2006-2030, málsnúmer 260611, kjör fulltrúa í fjallskilanefnd Oddsstaðaréttar. Lagt er til eftirfarandi aðalmenn verði Haraldur Sigurðsson, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Jóhannes Kristjánsson. Lagt er til eftirfarandi varamenn verði Unnsteinn Snorri Snorrason, Anna Heiða Baldursdóttir og Hallgrímur Sveinsson. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá bið ég þá sem samþykkja skipun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Dagskrárliður nr. 16, útboð á skóla- og tómstundarakstri fyrir skólaárið 2026-2027. Málsnúmer 250987. Nú stendur yfir útboð á skóla- og tómstundarakstri fyrir skólaárið 2026-2027. Á fundum... Hvað segir þið? Vikafundi undir þessu leyti. Já. Það er svona leynd viki fundi. Nú stendur yfir útboð á skóla- og tómstundarakstri fyrir skólaárið 2026-2027. Á fundum BRÁs nr. 744 og 745 hafa verið ræddar ábendingar og athugasemdir við útboðið og farið yfir svör við fyrirspurnum. Lagt er til eftirfarandi. Sveitarstjórn dregur útboðum skólaaksturs til baka á þeim grunni að galla er í svæðaskiptingu í útboðinu. Því þarf að draga útboðið til baka. Sveitarstjóra er falið
að breyta útboðsgögnum í takt við þessa niðurstöðu. Einnig sveitarstjóra falið að kanna möguleikar á því að semja við núverandi verktaka í skólaakstri að framlengja samning skólaakstur til 1 árs og heimild í þeim samning. Séu verktaka tilbúin að framlengja samningin ár á forsendum núverandi samnings verður útboði frestað 1 ár. Sé ekki vilji hjá verktökum að taka tilboðinu framlengingu verður unnið að því að bjóða út aksturinn eins hratt og hægt er. Orðið er laust. Já, við gjörum svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég vildi bara svona til að vekja athygli á því fyrir sérstaklega nýja sveitarstjórnarfulltrúa að hvort þið sé ekki örugglega búnir að kynna sér öll málið, öll gögn máls og málið ítarlega. Það er þannig að það hafa verið eindregnar ráðleggingar frá sérfræðingum að draga útboðið ekki tilbaka á þessum tímapunkti þar sem að það sé ekki nógu gild rök fyrir því. En ég vil bara að fólk sé full meðvitað það og ég mun sitja hjá. Takk fyrir þetta, Davíð. Þeir fleiri sem vil taka til máls. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar. Okkur er kunnugt alla liðar málsins. Við viljum draga útboðið tilbaka á þessum rökum. Takk fyrir þetta, Sigurður. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá biður fulltrúa sem að samþykkja tillöguna að gefa merki. Þá er tillagan samþykkt með 1, 2, 3, 4, 7 atkvæðum. Ekki? 6 atkvæðum. Ásækja, 6 atkvæðum. Já, Þórður. Og eftir 6 atkvæðum og svo 2 sem sitja hjá. Þá fyrir við næsta dagskrárlið, númer 17. Reglur tölvubúnað sveitarstjórnarmanna 2006-2030, málsnúmer 260607. Lagðar eru fram reglur tölvubúnað sveitarstjórnarmanna 2006-2030. Ég gef orðið laust. Ef enginn vill taka til máls, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir reglur tölvubúnað sveitarstjórnarmanna 2006-2030. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja bókun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður er dagskrárliður númer 18, ráðningarsamningur sveitarstjóra 2026, málsnúmer 260625. Lagður eru fram ráðningarsamningur og orðið er laust. Ætli einhver taka til máls? Já, það við gjörum svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara að nota tækifærið og bjóða nýráðinn sveitarstjóra velkomin til starfa þegar hún kemur í lok næstu viku ef mér skjáttlast ekki. Það var að vísu stafsetningarvilla í samningnum en það er væntanlega 12. júní en ekki 12. júlí sem á að standa þar og já, bara óska ykkur til hamingju með vonandi góða ráðningu. Takk fyrir þetta, Davíð. Þeir eru fleiri sem vilja taka til máls. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir ráðningarsamning við Unni Brá Konráðsdóttur 2. júní 2006 með fyrirvara að ráðningarsamningur verði uppfærður með tilliti til þess að nýr sveitarstjóri hefur stór 12. júní. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja bókun að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárlið númer 19. Skilaskýrsla undirbúningsstjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, málsnúmer 260604. Lögð eru fram skilaskýrsla undirbúningsstjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Orðið er laust.
Ef enginn vill taka til máls, þá liggur fyrir eftirfarandi skilaskýrsla undirbúningsstjórnar sameiningu borgarbyrða Skorradalshrepps og er lögð fram. Næsti dagskrárliður nr. 20, reglur gjaldskrár í samvinnu sveitarfélagi borgarbyrða Skorradalshrepps, málsnúmer 260648. Lagðar fram reglur og gjaldskrár í samvinnu sveitarfélagi borgarbyrða Skorradalshrepps. Launakjör sveitarstjórnar, byggðaráðs, nefna og vinnuhópa hjá borgarbyggð, siðareglur kjörinna fulltrúa, reglur birtingu gagna með fundargerðum, úthlutunarreglur menningarsjóða borgarbyggðar, reglur samstarfssamning vegna hátíða í sveitarfélaginu, reglur styrktarlínur og auglýsingar, reglur tilnefningu listamanneskju borgarbyggðar, reglur uppsetningu ljósastaura í dreifbýli 2024, reglur framkvæmdastyrki til íþrótta- og tómstundafélaga, reglur fjárhagsaðstoð, reglur veitingu fjárstyrks vegna lögmannskostnaðar, reglur skólaakstur í grunnskóla, reglur úthlutun félagslegra íbúða, reglur sérstakan húsnæðisstuðning, reglur stuðnings- og stoðþjónustu, reglur styrki til starfsmanna í skólum, reglur vegna efnilegra ungmenna sem leggja stund á íþróttir, dómstundir og listis, vinnuskóla borgarbyggðar, starfsreglur stuðning í skólum borgarbyggðar, reglur akstursþjónustu eldri borgara, verklagsreglur fyrir leikskóla borgarbyggðar, viðmiðunarreglur borgarbyggðar vegna skóladvalar barna utan lögheimilis sveitarfélags samþykkt meðhöndlun úrgangs í borgarbyggð nr. 898/2022, samþykkt fráveitur og rotþræs í borgarbyggð, samþykkt hunda- og kattahald í borgarbyggð, samþykkt hesthús og umgengni í hesthúsahverfi í borgarbyggð, samþykkt búfjárhald í borgarbyggð, fjallskilasamþykkt fyrir sveitarfélögin Akranefskaupstað, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp, samþykkt fyrir stjórn fjallskilaumdæmis Akranefskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps, reglur úthlutun lóða í borgarbyggð, verklagsreglur við veitingu umsagna rekstrarleyfi hjá borgarbyggð, reglur uppsetningu ljósastaura í dreifbýli, reglur frístundastyrk fyrir börn og ungmenni í borgarbyggð, reglur innritun í leik- og grunnskóla, gjaldskrá slökkviliðs borgarbyggðar, gjaldskrá fyrir vatnsveitu Álftaneshrepps í borgarbyggð, gjaldskrá fyrir gatnagerðargjöld í borgarbyggð, gjaldskrá fyrir vatnsveitu Hraunhrepps í borgarbyggð, gjaldskrá fyrir hitaveitu á Varmalandi borgarbyggð, gjaldskrá fyrir byggingarleyfis og þjónustugjöld byggingarfulltrúa borgarbyggðar, gjaldskrá vegna kostnaðar við skipulagsvinnu, stofnun og breytingu lóða og útgáfu framkvæmdaleyfa borgarbyggðar, gjaldskrá fyrir stofngjald fráveitu í borgarbyggð, gjaldskrá fyrir afgreiðslu umsókna, leyfisveitingar og þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúaembættis Skorradalshrepps, gjaldskrá skipulags- og byggingarnefndar Skorradalshrepps, gjaldskrá félagsheimila í borgarbyggð 2025, gjaldskrá Hjálmaklest 2026, Héraðsbókasafns verðskrá 2026, Safnhús verðskrá 2025, gjaldskrá fjölskyldusviðs borgarbyggðar 2026, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2026, gjaldskrá fyrir frístund 2026, ljósleiðari borgarbyggðar 2026, tónlistarskóli 2026, systkinaafsláttur 2025, gjaldskrá leikskóla 2026, slökkvitækja þjónusta 2006, gjaldskrá fyrir ljósvitun 2005. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framlaga reglur, samþykktur og gjaldskrár borgarbyggðar þjónustu sem borgarbyggð veitti íbúum Skorradalshrepps samkvæmt þjónustusamningi eða sem aðeins var veitt í borgarbyggð fyrir sameiningu sveitarfélagana skuli gilda áfram í sameiningu sveitarfélagi þar til annað er ákveðið. Sambærilegt 1. málsgrein 127. grein sveitarstjórnarlaga endurskoðun reglugerða og samþykkta. Hið sama gildir samþykktir sem varða samstarfsverkefni sveitarfélaga sem bæði borgarbyggð og Skorradalshreppur voru aðilar að. Þeir sem samþykkja bókunina gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það síðasta mál dagskrá. Það er dagskrárliður 2021. Umboð til
8 fyrir oddvita sveitarstjórnar Skóladalshrepps, málsnúmer 2606-049. Verið er að samræma reikningsskil Borgarbyggðar og Skóladalshrepps en miðað er við dagsetninguna 1. júní í því samhengi. Veita þarf fyrrum oddvita Skóladalshrepps umboð til að samþykkja og greiða þá reikninga sem fallið hafa til fyrir þá dagsetningu. Lagt er til að Jón Eiríkur Einarsson, fyrrum oddviti Skóladalshrepps, kennitala 021068 5789 fá umboð til þess að samþykkja að láta greiða reikninga til að klára fjárhagsleg uppgjör sveitarfélagana. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags Borgarbyggðar og Skóladalshrepps samþykkir að veita Jón Eiríki Einarssyni, kennitala 021068 5789, fyrrum oddvita Skóladalshrepps umboð til að samþykkja að láta greiða reikninga sem stofnað var til í Skóladalshreppi fyrir gildistöku sameiningar sveitarfélagana. Umboðið gildir tímabundið í 3 mánuði eða þar til það er afturkallað af sveitarstjóra. Þeir sem samþykkja bókuna gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá fundar tæmd og ég vil þakka kjörnum fulltrúum fyrir góðan og málefnilegan fund og starfsmönnum fyrir sitt framlag. Þá er fundi slitið og klukkan er 17:06. Takk fyrir.